Jæja, föstudagurinn langi, dagur hinnar miklu þjáningar. Við alltaf finnst svolítið einkennilegt að þessi dagur heiti Good Friday upp á ensku. Good, hvað er good við hennan dag svona í trú kristinna manna? Ja, ég veit ekki, skiptir ekki máli. Hann var alltaf ekki sérstaklega góður hjá mér núna vegna þess að ég er búinn að smakka. Muniði í jóladagatalinu í desember og þá klúðraðist hljóðið einu sinni hjá mér. Guess what? Það gerðist aftur í dag. En við ætlum ekki að gráta Björn bónda, heldur safna liði og hefna og ég ætla bara að taka svona voice over eins og síðast nema hvað ég ætla að gera þetta að tvennu leyti ólíkt heldur en þá. Núna ætla ég að vera í mynd og við ætlum bara að horfa saman á þetta hérna hinum megin og ég ætla að borða sterka kúlu á meðan ég segi ykkur hvað er að gerast á skjánum. En aðeins áður við byrjum á því og þá hérna það sem að hræddi mig virkilega í dag er það sem ég gleymdi að lesa hérna áður en ég byrjaði þessu í gær sem er það að hérna segir að dagurinn í dag eigi að vera and sacrifice your taste buds on Friday and spend the day praying. Við ætlum að fara gegnum þjáninguna aftur. Við ætlum að fara gegnum þjáninguna með Windforce 12 kúlum. Ég verð að gera eitthvað meðan við erum í mynd. Þannig að tökum einu svona Windforce 12 kúlu. Það er svo grófar maður. Minningarnar maður. Og kveikjum á þessu. Nú er þetta sterk. Ég opnaði pakkan. Var eitthvað svona velta fyrir mér. Já, það er engar sérstakar merkingar á þessu. Ekki frekar í gær. Það er 12 kúlur maður. Samskonar egg, lítur eins út. Ekkert frábrigðið egginu í gær að sjá. Lítur út að vera það sama. Opnaði þetta. Fekk smá hjartslátt. Ég var svo stressaður maður. Ég fekk svona hjartslátt, jákvæðar hjartsláttartruflanir. Nú var bara að skella þessu í sig. Ég ákvað að gúffa því öllu upp í mig, bara í einu. Ekkert að vera neitt að reyna að býta þetta í sundur. Við erum búin að sjá hvernig þetta lítur út inn í. Og allir ég sagði ekki neitt, þetta var þögult. Þetta var svo stórt, fyllt út af með munnin að ég gat ekki talað. Ég er eitthvað jafnla á þessu. Óbærslega gott að bragðið, sama súkkulaði, marsípanbragðið, en engin hiti. Engin hiti. Þarna byrja ég að finna held ég aðeins smá aðra kúlu, byrja ég að finna aðeins smá svona habanero bragð, svipað eins og er af þessu. Svona hennan súra ramma hita stingum. En sko, nú er þetta þannig, það er smáslust bragð. En það er engin sérstakur hiti. Þessi kúla sem ég er að borða núna er miklu sterkari heldur en eggið sem ég borðaði áðan. Þannig að þarna var ég svona velta fyrir mig hvort að eitthvað hafi klikkað eða hvort að þetta væri hreinlega bara ekki sterkara heldur en þetta. Komum pínlítið svona á óvart og pínu vonbrigði sko. Eins og sjá má. Þetta var svo sem allt og sumt. Ég slefaði þessu. Þetta var allt og sumt. Eggið var ekki sterkt. Kúlurnar standast væntingar, þær eru sterkar. Sveltist á þessu. Kannski eru einhver mistök. Kannski elsta dóttirinn var með góða þeoríu. Það er búið að segja okkur að föstudagurinn sé sterkasti. Kannski er þetta eitthvað trikk. Kannski fáum við laugardaginn á morgun, þennan ónefnda furðulega laugardaginn í miðjunni. Kannski er þetta plat, kannski er hann bomban. Sjáumst á morgun.